Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum komið með humarpate í hendurnar og við ætlum aðeins að fræðast það. Hvernig varð þetta fyrirbæri eiginlega til og hvert það að stefna? Ef kannski bara byrjum á þér. Hvernig kom upp þessi hugmynd að gera humarpate? Við vorum hópur af 7 krökkum, bæði við Háskólann á Akureyri og Háskóli Íslands. Og við ákveðum að taka þátt í þessari keppni. Og settist bara niður og fórum að ræða hvað við getum gert. Hvaða keppni? Voru að segja okkur frá því? Ekotrophilia heitir hún. Við sem sagt keppni haldin á Íslandi og líka annars staðar í heiminum. Svo sem sagt voru verðlaunin í íslensku keppninni og annars staðar að fá að fara og keppa semst í Mílanó í sem sagt bara evrópsku keppninni. Og við ákveðum að taka þátt og við erum 2 semst af hópnum tengd í Skinnið Þinganes og ég vissi af því að humarklærnar eru ekki mikið nýttar og það voru einhverjar tilraunir að búa til semst marning úr kjötinu, taka semst kjöti frá klónum. Og okkur langaði að pröfa að reyna að nýta það eitthvað. Þaðan kom eiginlega bara hugmyndin af humarpati. Þannig að Skinnið Þinganes, þú nú verið að vinna þar eitthvað. Já. Þekkir innviðin hjá þeim og þeir eru náttúrulega að vinna með humarinn, talað hotfiskahumurinn sem margir þekkja. Og þannig að þú ert að vinna þar og kemst í rauninni að því að kjötið innan úr klónum ekki mikið nýtt. Já. Og vilt gera eitthvað með það. Já. Það er dálítið smart. Það smart. Maður er alltaf náttúrulega að reyna að nýta það sem er ekki nýtt. Alltaf að reyna að finna leiðir til að þurfa ekki að fara að urða það eða þannig. Nákvæmlega. Og þegar þið fáið þessa hugmynd, er hægt að nýta marningin eitthvað? Hvað gerist næst? Þið eruð í skólanum náttúrulega. Já, þannig að þá reyndar fyrir við bara inn í eldhús að reyna að búa til einhver uppskrift. Það sem pabbi einn af stelpunnar er kokkur og hann hjálpaði okkur að gera svona grunn uppskrift af einhverju pati og síðan vorum við bara að pröfa og smakka og pröfa bara endalaust. Og þetta snýr svolítið líka umhverfisliðina þessi keppni? Það er vistvænt matvæli. Og það er semst við erum að nota matvæli sem var ekki nýtt og það er okkar svona vistvænu hluti í þessu. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta kemur inn á fullnýtingar hliðina til dæmis í sjávarútvegi. Já. Það hlýtur að vera dálítið gaman að hafa nemendur sem að ákveða að taka þátt í svona keppni og eru með raunveruleg verkefni í höndunum. Já, þetta passar bara mjög vel inn í svona þá kennslustefnu sem við höfum að reyna að fá nemendur til þess að taka þátt í samstarfi við fyrirtæki og í einhverju svona raunverulegu vandamálum að leysa. Og þetta passar mjög vel inn í annað sem við erum að gera þar að segja að fá nemendur til þess að vinna í hóp. Og kannski yfir svona ákveðin landamæri því að það sem var mjög áhugavert við þetta verkefni er að þarna eru að vinna sjávarútvegsnemar, nemar í líftækni og nemendur úr viðskiptafræði. Þannig að þeir taka allan pakkan og þau læra að vinna saman, sjálfstæð vinnubrögð. Hugmyndin er þetta svona tengir hópinn en sko verkefnið átti í að ganga alveg frá hráefnisöflun að markaði og sko markasetningar hlutin var ekki sko síst áhugaverður fyrir í keppninni, hvernig er þetta raunhæft á markaði, hvað kostar þetta og er einhver sem er tilbúin til þess að kaupa þetta. Þannig að það þarf að hugsa alla keðjuna, það þarf að hugsa öryggið og gæðin og næringuna og þetta er allt saman, þetta tengir svo mörg námskeið hjá okkur í eitt og ég hugsa svona að nemendur, þetta getur Þórhildur svarað fyrir það, en ég hugsa að nemendur læri miklu meira á þessu heldur en að horfa á mig eða aðra upp við töflu og þylja einhverjar þurra glærur því að þau þurfa að afla sér þessara upplýsingar sjálf, hver er eiginleika hráefnisins, hvernig tryggi ég öryggi neytandans og hvernig get ég selt neytendunum þessa vöru. Þannig að þetta er alveg frábær kennsluhugmynd. Er þetta raunin? Er hann að segja satt? Já, þetta er náttúrulega þvílík reynsla og maður lærði bara rosalega mikið á því að þurfa að glíma við allt sjálfur. Maður gerði sig kannski ekki grein fyrir hvað þetta væri rosalega stórt að þurfa að búa til vöru og reyna að koma inn á markað. Þetta er svakalegt. Bara svona, já, þetta er rosalega stórt. Mikið vinna á bakvið og mikið ferli. Já. En hvernig er það að því að þegar, ég veit ekki hvað fólk hugsar þegar það hugsar með sér sjávarútvegsfræði, er það eitthvað fyrir mig? Ég er ekki viss að þeim detti þetta í hug. Nei, þetta
Sjávarútvegsfræði náttúrulega rosalega svona vítt. Þú ert að læra rosalega mikið, þú lærir rosalega mikið viðskiptafræði og auðvitað sjávarútveg líka. En þetta rosalega opið nám. Þú getur tekið master í rosalega vítt. Er þetta, hverjir þegar fólk að sækja í námið, maður ímyndar sér einmitt að séu kannski ekki allir sem fatti hvað þetta spennandi nám og spennandi bara atvinnugrein. Nei, ég held að það sé alveg satt og hérna að þú varst að spyrja þetta með uppruna hvaðan kemur áhuginn sko að þeir sem komu fyrst í sjávarútvegsfræði voru mjög tengd sjávarútvegi, komu úr þessu sjávarútvegsþorpum gömlu en í dag að þá sem sagt hefur námið og nemendur hafa kynnt námið það vel að það er komið töluverður áhugi fyrir að fara í sjávarútvegsfræðin en nemendur eru að koma úr mjög frá mismunandi stöðum og mismunandi uppruna þannig að við höfum þurft að setja inn námskeið sem heitir íslensku sjávarútvegur því að nemendur sem koma núna hafa ekki þessa tengingu sem þau höfðu áður og það er bara hið besta mál en þeir sem hafa útskrifast frá okkur, það er svona helmingurinn af þeim er að vinna í það sem við myndum kalla sjávarútvegi hefðbundnum, sjávarútvegsfyrirtækjum allt frá því að vera einhvers staðar í kringum hráefnisöflunina, það er að margir að vinna í vinnslunni sem verkstjórar eða annað slíkt eða í söludeildum fyrirtækjana. Hinn helmingurinn er að vinna í fyrirtækjum þar sem að þessi reynsla nýtist þeim. Það hafa nokkri farið inn í banka og tryggingafélög að því að þau kunna á þessa grein og geta greint á þessi fyrirtæki bæði með tillit til lánamöguleika og tryggingamöguleika og svo hafa menn bara stofnað sín eigin fyrirtæki og farið að vinna með fisk og hitt og þetta. Ég man að mér fannst það svo fróðlegt að var einhvern tímann gerð rannsókn hvað nám framhaldsskólanemendur sáu fyrir sér að fara í að þóttu mest spennandi og ef ég man þetta rétt, ég fer þá bara með fleipur en ég man allavega kjarnan úr þessu að flestir höfðu áhuga á erlendum viðskiptum en eiginlega fæstir á sjávarútvegi sem varð einhvern veginn svona pínu skondið í manns huga þar sem að það er nú kannski ein af þeim greinum sem eru kannski ekki endilega þá margar sem að tengjast erlendum viðskiptum sjávarútvegur. Já, það er bara alveg rétt. Já. Það er rosalega mikilvægt og rosalega margir fara til dæmis í master eitthvað út til að fá bara tengslinn og afla sér reynslu. En þið fóruð út með humarpatíið? Við fórum út til Ítalíu. Já, og hvernig virkaði þetta? Við unnum keppnina hér heima og í verðlaun voru ferð út fyrir 3 en við vorum 7 þannig að við nýttum, það var líka verðlaunafé þannig að við nýttum það bara til að koma hinum út og við kepptum bara við 15 önnur lönd. Hvernig upplifun var? Það var bara rosalega skemmtilegt og mikil reynsla. Trúi því. Það var bara gaman. En hvað verður þetta humarpati? Er þetta bara kennsluverkefni eða hvað ætlaði að gera næst? Það er stór spurning. Við vitum það ekki, við erum ekki ennþá búin að ná að ræða það. Við erum náttúrulega ennþá í skóla mörg og það er bara óvíst eins og er. Nákvæmlega. Frábært að fá ykkur enga. Mér finnst þetta æði. Ég elska svona verkefni. Fullnýting, hugmyndaríkt, tengsl við háskólasamfélagið, atvinnulífið, allt saman. Einhvern veginn í einni krukku. Mér finnst það alveg geggjað. Gaman að sjá eitthvað svona raunverulegt í tengslu við námið. Gaman að fá ykkur og gangi ykkur vel. Ég hlakka til að sjá þetta bara út í verslunum. Takk. Takk fyrir. Við höldum áfram í föstudagsþættinum. Aldrei að vita nema að ég kannski bara fá að smakka smá humarpati á eftir.